og þetta sem við þekkjum, svifryki hefur rokið upp. Ég tala alltaf það þegar ég er í útlöndum, sko, hreina loftið og hreina vatnið. Hreina loftið ekki lengur svo hreint. Ísland, Svíþjóð, Noregur, Finnland, Írland, sem stendur opinberar tölur frá Eurostat. Svifryksmengun á Íslandi, í borgum á Íslandi og bæjum, miklu meiri heldur en í þessum löndum sem við viljum vera okkur saman við. Og við myndum örugglega segja við einhverja Svía að við varum með hreina loft. Ekki samkvæmt þessu. Og svifryk auðvitað bara mengun, þið vitið hvernig það er. Þetta eru litlar agnir sem að svífa og maður andar að sér og þær festast í lungunum og þetta ömurlegt. Þetta ekkert skárra og jafnvel verra heldur en kolamengunin sem lá yfir borgum einu sinni. Þetta hérna sjáu þið, gula slíkjan hér sem liggur hérna yfir borginni sem sagt þetta svifryk. Og þið sjáu líka hér hvernig þetta að spænast undan dekkjónum á bílunum, sjáu ekki. Hvernig þetta liggur á götunni, sérstaklega í vetrarstillum og við þurfum auðvitað að reyna einhvern veginn að bregðast við þessu. Örstutt þetta hér sem að sko, ég held ekki að heimurinn sé að þetta helvítis út af CO2 en þetta eitthvað sem við verðum að horfa á samt sem áður. Þið sjáu hvernig þetta hefur vaxið alveg í beinum tengslum við bílaumferðina og þið sjáu hvernig þetta hér sem í rauninni óendurnýjanleg orka og meðan þetta græna hreina orkan sem við erum að stæra okkur af, hún sem hlutfall af heildarorkunotkun okkar alltaf að minnka og komin hættulega nálægt bara því að vera 50-50 og við erum alltaf að segja Reykvíkingar þessu hreinu orku því það húshitunin og svona en þetta raunverulega að gerast. Bara rétt að lokum svona fyrir það sem að efast global warming þá þetta auðvitað langt besta sönnunin fyrir því að það að